Jæja, Viktor. Töluvert lakari andstæðingur sem við mætti í dag. Já, þetta var... Óhætt að segja það? Það er óhætt að segja það. Og... Komnar styttra, það ekki kannski svona... Jó, ætli það sé ekki og það er svona, gætu verið einhverjir yngri þarna og bara öðri sig mótur en við höfum mætt hingað til. Kannski ekkert langt frá norsku stelpunum en töluvert frá Svíunum og það er svolítið vont fyrir okkur að vera að fara úr svona, þú veist, styttra komnum liðum í lengra kominu svo aftur. Þetta er svona, gefur okkur smá svona rússíbana feeling sko, en við hefðum geta gert töluvert betur í að halda okkar ákefð hærra heldur en við gerðum þó að þeirra ákefð væri lægri og það gengur svolítið bara á lagið, fengi að stjórna ákefðinni og hraðanum svolítið sjálfar sem er ekki það sem við viljum standa fyrir, að vera eitthvað að elta eða bjóða hinum liðunum upp á stjórnarleiknum, þannig að við vorum ekki mjög sátt við það í hálfleik en við komum út í seinni og það var allt annað að sjá stelpurnar í seinni og bara meira af því meira af því framaldi sem var í Svíþjóðarleiknum og það gefur okkur miklu meira byr undir báða vængi fyrir restina af leikunum. En veistu bara sjálfur, hafandi spilað kannski svona ákveðin skólileik í því að bara halda ákefðinu uppi þó sést 20 stigum yfir, eða ekki? Það er það. Þetta er alltaf erfitt og þú veist, þú ert búinn að horfa á andstæðinginn, við erum búin að vera að fylgjast með þeim og við sjáum ekki beint hvað er að reyna að koma sér í og þú veist, það er erfitt að halda vídeófund fyrir svona leik og reyna þú veist, að halda sjálfum sér uppi og það getur verið bara flókið að koma sér í gír fyrir svona leik en við þurftum smá skell í hálfleik til þess að koma okkur í gírinn en það hófst og ég er bara ánægður með það hvernig við svöruðum því. Frídagur morgun, hvað hefur þjálfarateymið skipulagt fyrir liðið? Þetta verður, Danni var nú búinn að setja okkur í morgunmat klukkan 7:15 á frídeginum. Ég held að það sé búið að strika við það. Þannig að við verðum ekki bara að grípa banana og við fengum náttúrulega fyrsta æfingartíman klukkan 9. Þannig að það verður ekkert sofið út en ég held að þetta verður bara, það eru svona aðeins þreyttir fætir og þetta, þú veist, missum einn leikmann og það er mikill hiti á svæðinu. Þannig að þetta er bara gott að fá ágætis frí núna. Já. Og bara, þú veist, fara aðeins í grunninn og vinna í því sem við getum unnið og ég er bara full að trúa því að ef við eigum hörku leiki næstu 2 þá bara sé allt mögulegt innan fyrir okkur. Staðan í þessum riðli, þið tapar 5 stigum fyrir Svíþjóð. Hvernig eru þessar andstæðingar sem er eftir Danmörk og Finnland? Eru þeir sterkir? Þeir eru sterkir. Þeir eru svona, eins og við erum að lesa þetta núna, að þá er þetta svona við Svíar, Norðmenn og Finnar. Nei, Danir og Finnar segi ég, sem erum bara svona mjög svipuð. Þetta, þú veist, vont að missa Berglindi og allt það, en á sama tíma það voru bara aðrir leikmenn sem áttu bara frábæran leik á móti Svíþjóð eftir hún datt út og héldu svo áfram þeirri vegferð í dag og þú veist, við erum bara með 12 leikmenn og 11 núna á skýrslu sem að geta komið og við ætlum bara að fara í þessa 2 leiki til að vinna og ég held að það sé bara full innistæða fyrir því. Kærar þakkir, Viktor. Takk sömuleiðis. Takk.